Fyrirlesturinn minn sem sagt fjallar breakout, bæði sem sagt þetta áþreifanlega, svo ætla ég aðeins að koma líka inn á stafrænt og svo sjálfsögðu ætla ég að minna ykkur á íslensku síðan okkar sem að við höldum utan sem sagt nokkri kennarar. Bara endilega þegar við í réttfændið hafa einhverja spurningar og reyna að stoppa svona inn á milli og svara sem mest og svo tekið smá fyrirspurnatíma í lokin. Ég ætla að byrja að deila með ykkur smá sýningu. Nú, fyrsta spurningin sem gott að spyrja sig á það bara hreinlega af hverju breakout? Og bara þegar ég kynntist þessu þá sá ég alveg mörg gullin tækifæri til þess að nýta þetta í kennslunni minni. Og já, mér fannst þetta líka bara fyrst og fremst bara alveg hrikalega skemmtilegt. En áður við byrjum á því að þá er mikilvægt að vita hvað breakout er. Og nemendur sem sagt standa frammi fyrir einhverju ákveðnu vandamáli sem þurfa að leysa og þeir fá vísbendingar til þess að vinna úr og nýta og markmiðið þeirra er sem sagt til að opna lása og leysa þannig vandamál. Og þetta á bæði við hvort þið eru með áþreifanlegt breakout eða svona stafrænt breakout. Þau eru alltaf með eitthvað vandamál sem við setjum fram svona í sögu. Þau fá einhverjar vísbendingar sem eru bara ákveðin verkefni sem þau þurfa að vinna og það veitir þeim einhverjar lausnir sem þau geta notað svo til þess að leysa þessa lása. Og breakout, það snýst nefnilega rosalega margt. Það snýst rosa mikið þrautalausnir, samvinnuna, að hugsa út fyrir kassan, þrautseigju og samræður. Og ég fann alveg rosalega mikið á nemendum mínum að þessi atriði voru þau atriði sem að eldust svo svakalega þegar við fórum að vinna markvisst með breakout. Og þetta er náttúrulega bara mikilvægt í samfélaginu í dag, að vinna með þessu hluti. Í náminu að þá nýtist þetta alveg rosalega vel, til dæmis til þess að samþætta námsgreinar. Í hópefli, alveg klárlega, af því þau eru að vinna í hópum, hvort sem þau eru 2, 4, 6 eða 8 sem er svona stærsti hópurinn sem maður fer með í þetta. Að rifja upp námsefni, að það getur líka verið kveikja að námsefni og þetta kennir þeim mjög mikið að leita sér líka ofta að upplýsingum. Af því að maður er kannski að nota eins og morsekóða eða eitthvað annað sem að þau kannski nota ekki öllu jöfnu en nota það svo til þess að leysa þessi viðfangsefni. Þetta er áþreifanlega breakout-settið eins og það lítur út núna árið 2020. Og það inniheldur stóran breakout-kassa og svo lítinn kassa sem passar ofan í stóra sem er mjög handhægt. Það er ein svona hespa, kölluðu þetta. Það er þetta að læsa alveg alltaf 6 lásum í hespuna. Við erum með þessa lása sem hægt er að breyta á ýmsa vegu. Þeir geta verið bókstafalásar, geta verið áttalásar, litalásar og formlásar. Þannig að aftur, það hentar alveg niður í leikskólaaldur. Svo erum við með 2 típur af talnalásum sem er annars vegar 3 tölur og hins vegar 4 tölur. Lyklalás, þetta er svona útfjólublátt ljós, penni til að skrifa með fyrir útfjólublátt ljósið og svo er USB-kubbur. Hér eru svona vísbendingaspjöld 2 sem fylgja með, maður nýtir þau í leikina. Rauður filter sem er mjög sniður af því að ef maður skrifar til dæmis texta á blað að þá blokkar þetta rauða litin í burtu þannig að ég get lesið það sem til dæmis skrifa með bláum eða slíku. Já, þetta er svona svolítið náttúrufræðilegt margt að þessu. Það voru svona umræðuspjöld með 17 áður sem eru ennþá alveg frábær en þeir voru uppfæra aðeins hjá sér og nú eru komið spjöld sem heita 4C og þau eru í raun og veru snúa að því að gera þetta enn fjölbreyttara. Þau til dæmis geta með þeim, geta komið verkefni þar sem þau finna tónlist sem að passar við
breakoutið, þau eiga að skoða hvernig hópurinn stóð sig í einhverju ákveðnu verkefni og svona, það er svona aðeins fjölbreyttari verkefni þarna á bak við. Þetta er ekki bara svona beint spurningar, þetta er líka svona svolítið að hugsa, eða láta þau hugsa betur leikinn. Og við erum sem sagt með gagnabanka hjá Breakout EDU á bandarísku síðunni. Áður fylgdi sem sagt gagnabankin með þegar maður keypti kassa, en núna er hægt að kaupa bara gagnabanka sér og bara kassan. Þannig að í raun og veru ef einhver á kassa eða á lása, þá er þetta að komast inn á þessa síðu og sem sagt borga sig inn á hana og þá hefur maður aðgang á alveg gríðarlega stórum gagnabanka sem er allir á ensku. En eins og við sjá hér, þá er hann flokkaður eftir sem sagt fögum, hann er líka flokkaður eftir aldursstigum. Þannig að það er alveg frekar auðvelt að fara þarna inn og segja bara já, ég kenni ensku í 8. bekk og finna leik við hæfi, sem er þá líka bara ekkert mál að snara yfir á íslensku ef maður er til í það. Þar eru líka svona stafránir Breakout EDU leikir og þeir eru flokkar eftir stigum og fögum. Ég ætla bara aðeins að fá að hoppa úr þessu og fá að deila með ykkur öðrum skjá. Það er sem sagt þegar ég er búin að logga mig inn á síðuna, þá lítur síðan svona út. Þetta er sem sagt plattformið þar sem ég get farið inn og ég get leitað að leikjum. Og til dæmis eins og ég var nú bara vesennast í gær, þá fór ég inn í stærðfræðina og mig langaði að gera stafrænaleik sem að fjallaði rúmfræði. Og ég fann bara alveg fínasta leik sem heitir Amusement Park Math. Það stendur hvort þau þurfi settið með eða hvort að hann er digital. Og ég enda tók digital útgáfuna af Amusement Park, hann er aðeins neðar. Og þannig að það er líka hægt að snara þeim leikjunum. Hér inn á eru líka alls konar þessu resources er í raun og veru bara ef maður vantar einhverja aðstoð við hlutina sem maður er að vesenast með. Það er til dæmis myndbönd sem sýna hvernig á að stilla lásan upp á nýtt. Og við erum að vinna í svona íslenska sem mest af þessu. Ég geti þetta að loka mig aftur inn. Ok, og mér finnst algjör snilld að undir My Account að ég er með bara flipa sem heitir My Digital Games og hér er ég svo búin að búa til bekki fyrir þetta skólaárið sem að það að henda núna kennarum í. En ég er búin að búa til bekki hér undir þannig að ég get í raun og veru bara nemendur geta að loka sig inn og fara í leiki sem ég er búin að setja þeim fyrir. Það er bara svona eins og setja þeim fyrir heimaðinu. Þau bara fara inn á þennan bekk inn á og geta spila þá leiki sem ég hef sett fyrir. Þannig eins og undir 9. bekknum að þá var nemandi hjá mér sem fór í þennan leik sem heitir Skemmtigarðurinn sem ég þýddi í gær. Og allan að hennar sögn fannst henni þetta ekkert leiðilegra heldur en hitt. En ég hef notað þetta áður en ekki svona markvisst kannski með stærðfræðina akkurat þetta digital. Og ég ætla að hoppa aftur yfir í glærusýninguna. Já, eins og ég skrifa hér, þú getur fylgst með hvernig nemendur gengur í leiknum. Þannig ég get í raun og veru farið inn og ég get séð þessi komið þarna í þessum leik. Þú veist, hann er búin að vera svona lengi þarna, ég get kannski aðstoða honum. Og sjálfsögðu líka þetta semja, bara getur maður samið sinn eigin leikan inn á. Sem við reynda líka gerði fyrir Reykjavíkuna og ætla að pröfa að leyfa skólum að nýta á föstudaginn. Inn á síðunni þessari sem ég var inn á, sem er bara breakoutedu.com, er þessi sett seld og einnig aðgangur að þessari síðu. Og nú er það þannig að þeir selja eitt sett bara á $99 og svo er til svona kennaraðgangur sem $99. Og núna bara því að ég er að reyna að fá fólkið inn í meira inn í digital
sem sagt breakoutið að þá bara keypti þessi aðgangur fyrir mig og með að vera að pröfa þetta. En það svo farið að kaupa stærri aðgang fyrir skólan. Og kóðinn sem sagt kóðinn Æsland, að ef þið eru að panta eitthvað, þá það frí sending. Þannig ég mæli alveg með því að þið nýtið hann. Það munar alveg það. Nú svo sko síðan sem að mér finnst að allir kennarar á Íslandi þurfa bara að vita og það síða sem að ég og 2 aðrir kennarar, Ingvi Hrannar og Nanna, sjáum og hér sem sagt breakout EDU síðan á Íslandi. Hér erum við búin að setja upp sem sagt allar helstu upplýsingar breakout. Eins og þetta mestmegnis áþreifanlega breakoutið og það á dögunum að fara að setja upp sem sagt stafræna hluta. Hér undir leikir eru leikir sem að kennarar á Íslandi hafa gert og það búið flokkað eftir stigum. Yngsta stig, miðstig og unglingastig og einnig svona aðri leiki sem geta nýst bara í alls konar hópefli. Það lítið mál fyrir leikina sem eru til dæmis á yngsta stigi að einfalda þá hreinlega niður í leikskóla og eins með unglingastigið. Þeir leikir virka alveg fyrir krakka töluvert eldri heldur en í grunnskólum. Mér bara finnst mér sem sjálfur margir af þessum leikjum bara mjög skemmtilegir. Ef þið eru komið það langt að ykkur farið að kitla í puttana að gera ykkar eigin leik, þá hérna flipi sem heitir að búa til leik. Hér eru alls konar svona aðstoðarskjöl sem þið getið notað þegar þið ætla að fara að búa til leik. Þetta svona hugaflugskjal sem mjög þægilegt að vinna með, þá maður með uppgefið öll tæki tól sem eru í áþreifanlega og svo leikjablað sem bara svona eins og handrit, bara eins og þau verið að skrifa leikrit sem þið getið fyllt inn í. Og þegar þið eru svo búin að græja leikina, þá væri rosalega gaman að fá að senda til okkar á netfangi breakoutisland@gmail.com sem að við erum komnar með. Það einnig flipið sem heitir hugmyndir að þrautum. Það akkurat rauða filma sem þið sáuð áðan. Það þessi rauða linsa. Ég hef stundum falið ljósbláan texta inn í þessu, hann sést mjög illa. En leið og rauða filma kemur og þá sést skýrt hvað stendur þar. Áttalásin, þetta í raun og veru svona blað sem hefur verið sérstaklega nýtt á yngsta stigi þar sem að þau eru kannski að rata eitthvað ákveðið Ísland og þá þetta lausnin sem sagt í hvað áttaröðnar eru. Fréttablað, þetta líka algjör snilld sem Ingvi Hrannar bjó til sem gaman að fylla inn í, þeim finnst mjög gaman að fá svona fréttablað á borðið og lesa fréttir. Hér niðri eru svo svona alls konar þrautir sem að við gerðum á námskeiði hjá Ingvi Hrannari fyrir nánast 2 árum og þannig hægt að búa til alls konar bara krossgátur, alls konar þrautir sem að hægt að nýta morsekóði og bara eiginlega nefnið það. Og svo náttúrulega Google alveg afskaplega góðu vinur manns þegar maður með eitthvað ákveð þema fyrir hendi eins og hrekkjavökuna. Hér til dæmis ökuskírteini. Þetta hefur verið ansi vinsælt að nýta í leikjum. Og fleira. Ég bara mæli með að þið skoðu þetta vel. Og svo undir ýmis gögn að þar eru blöð þar sem að til dæmis alveg hægt að vinna með ef þið eigi bara eitt sett. Svona hópablað þar sem hóparnir leysa þrautirnar og allir hóparnir svo fara og reyna að opna kassan. Við köllum þetta lásabílastæði hérna í skólanum hjá mér af því að lásarnir þegar það búið að opna þá fara þær að hvíla þessu stæði opnir. Þetta bara þannig að þegar þau eru búin að opna lásana að þá göngum við skugga að þau vanstilla það ekki óvart og lásarnir eru bara læstir og tekur góðan tíma að opna það aftur. Þannig að við göngum alltaf frá lásunum líka jafn óðum. Hér svona myndband sem hvernig að stilla lásana, frágangur á lásunum, innihald kassans. Svo gerði ég svona skjal sem var bara hefðureika fyrir kennarana mína. Þar sem að, Þannig að þetta svona lítið blað þess að stendur bara nákvæmlega hvað í kassanum og hvernig þau að skila lásunum af sér. Þá erum við ekkert mikið að lenda í því að þeir séu að koma listir.
Og hér eru íslensku ígrundunarspil sem eru bara alveg eins og ígrundunarspilin sem fylgja með eða fylgdu með. Og sumar af þessum ígrundunarspurningum eru í raun og veru hérna líka í nýja kittinu. Þá sé búið að breyta því aðeins. Þá er ég búin að ramsa hérna í korter og ég vona að þið hafi náð að meðtaka eitthvað. Ef að það er einhverjir með einhverjar spurningar, þá megið þið endilega rétta upp hendur og hérna bara spyrja mig spjörunum úr. Ef það er eitthvað sem að eru forvitnari en annað eða eitthvað sem að þið hérna viljið spyrja Ok. Ég ætti kannski að taka það fram að hérna nemendur hjá mér eru sjálfur farnir að búa til breakout. Ég hélt einhvern veginn að það væri meira mál heldur en það er. Þau hérna, það er sérstaklega einn hópur sem hefur verið ötull við að gera þetta fyrir starffræðina, sem er bara alveg dásamlegt og við förum í þetta einu sinni í mánuði og ég er spurð öllu jafnan leið og bara vikun eftir og við höfum farið í breakouti hvenær við ætlum að gera það næst og ef þau fengja ráð þá væri þetta vikulegt. Þannig að ef þið hafið ekki prófað þetta þá mæli ég svo sannarlega með því. Alveg fyrir allan peninginn. Það sem að líka þau segja að svona sérinn og skemmtilegast við þetta er að hérna þau átta sig á því hvað það skiptir líka miklu máli að þau hlusti á hvort annað. Af því að eins og til dæmis eina ígrundunarspurninguna sem að ég sem sagt nota yfirleitt alltaf er sú var einhver sem sagði eitthvað sem að ekki var hlustað á. Og stundum réttaði upp hönd og segja bara já sko þau hlustuðu ekki á mig þegar ég sagði því svarið. Og ég alveg já og hvernig leiði þá? Og þá áttuðu sig á því, já, ok, þú varst búin að leysa þrautina en við gáðum þér ekki tækifæri á að koma með þína hugmynd. Þannig að keppnisskapið getur verið með bara hlaupið með þau guðnur. Rosa góð spurning sem kom frá henni Sóleyju. Ertu með allan bekkinn í einu eða bara einn hóp í einu? Sko, ég bý svo vel að skólinn á 4 kassa og ég á 1 og ég er með 29 krakka, við erum 2 saman með 29. 6 til 8 manns í hóp er alveg frábært. Ekki fara yfir það. Leiður eru 10 að þá eru þið farin að missa þau svolítið út. Og ég bæði haft þau þannig að ég deili þessum hópnum á þessum 5 kassa. Ég hef líka tekið helmingin og hópnum í einu. Ég var sem sagt bara eignast eða skólinn var að kaupa 2 kassa fyrir mig bara núna nýlega. Í fyrra var ég með 2 kassa og þá var þetta bara þannig að það voru bara 16 sem fóru mest í einu. Og leikurinn á amerísku síðunni eru leikirnir oft svona 45 til 60 mínútur. Það er bara af því að stundarskrám þeirra er teiknuð þannig upp. Ég bý til leiki eða þau bú til leiki sem eru svona 30 mínútur að spila. Svona 20 til 30 mínútur. Þannig að 40 mínútur tími er rosa góð fyrir mig að byrja þetta og taka svo umræður eftir það. Og þetta er alveg dásamlegt að gera til dæmis á föstudegi þegar allir eru spenntir að komast heim og hérna, já. Önnur frábær spurning, er ekkert mál að vera með lítil börn í þessu? Maður heldur svo ofta að þessi hanna meira fyrir eldri börn. Nei, ég fekk alveg frábæran kennara sem var að kenna í leikskóla á námskeið til mín þegar ég var með innlegg á UTÍS og það er ekkert mál að vera með leikskólakrakkan í þessu. Það er bara að þarf að hugsa þrautirnar aðeins öðruvísi. Þið getur þá verið að hugsa sem sagt þá meira vera að vinna með litina eða form eða slíkt. Þannig að það er ekkert mál. Strákurinn minn er í 4. bekk núna og hann var í svo 1. öðrum bekk þegar ég byrjaði á þessu og hann er stundum fljótar að leysa hlutan sem ég búið til heldur en ég þegar að leysa það aftur. Sko. Þannig að ég held bara að þeim fyrir sem að þau fá að reyna þessu þrautalustnir, þeim er betri verða þau í að verða lausna með og hugsa út fyrir kassan. Og rosa góð spurning, ef lás læsist, hvernig bjargar maður því? Sko, í stuttumáli sagt að þá hef ég alveg verið marga klukktíma að reyna að opna lás.
Þess að hvet ég ykkur bara alltaf til þess að fá krakkana til að skilja lásin eftir opinn á lásastæðinu. Ef hann óvart læsist, að prufa þá síðasta kóða sem þið settuð á lásinn og prufa þá bara einn upp og einn niður ef að þið haldið ekki að honum hafi bara vísvitandi verið breytt. En ég hef alveg lent í því að vera hérna 4, 5, 6 klukkutíma að opna lás. En þau passa sig ennþá betur núna líka eftir það. Þú veist, þau vita það alveg að við komumst ekkert í breakout ef ég ætla að vera svona lengi að opna alla lásana. Þannig að, yes. Ef það eitthvað fleiri spurningar, þá klukkan orðin 10 mínútur yfir og ég þakka bara kærlega fyrir mig og ég vona að þið hafið fengið smá svona fiðring fyrir breakouti og ykkur er alltaf velkomið að hafa samband við mig og ég inn á Twitter undir Hildur H og bara endilega finnið mig þar og sjáu hvað ég að brasa. Takk fyrir.